Salvör Nordal, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Fundastjóri, kæru vinir. Ég tek nú til máls sem fulltrúi í ráðinu breytingatillögur B-nefndar. Heildartillögur nefndarinnar lágu fyrir í síðustu viku án skýringa og nú á þessum fundi liggja fyrir breytingatillögur á fjölmörgum greinum inn í áfangaskjalið. Ekki verður hjá því komist að hæla nefndinni fyrir umfangsmikið starf og elju enda liggja undir hátt í 70 greinar í stjórnarskráni og margt þar vel gert. En hér eru gríðarlega mörg stór og vandamál mál undir. Forseti Íslands, Alþingi, ríkisstjórn, eftirlitsstofnanir og flestu breytt með einhverjum hætti. Eins og oft hefur komið fram á opnum nefndafundum og öðrum fundum í ráðinu á undanförnum vikum hef ég lýst yfir talsverðum efasemdum að svona langt eigi að ganga í breytingum. Ekki vegna þess að ég sé á móti breytingum í sjálfu sér og þess vegna róttækum breytingum. Heldur vegna þess að ég hef ekki verið sannfærð að þær nýju leiðir sem valdar eru leiði til betra kerfis en þess sem við nú þegar höfum. Ég taldi því vanlegra að við reyndum að gera breytingar innan núverandi kerfis fremur en að reyna að smíða nýtt. Svo ég taki líkingu úr leikhúsinu taldi ég nóg verkefni að setja upp leiksýningu. Þó ekki þyrfti líka að smíða leikhúsið jafnframt. Þegar farið í slíka grundvallarbreytingar verður að liggja ítarlegur rökstuðningur fyrir á því hverju breytt, hvers vegna og hvernig nýjar tillögur eigi að leysa gamlar af hólmi. Því miður koma tillögurnar núna til okkar með frekar litlum skýringum, enda hefur tíminn verið á skornum skammti og því ekki gott að gera sér ljóst hvað breytingarnar fela í sér. Svo boða nefndarmenn hér á þessum fundi og aðrir fundamenn fjölmargar breytingatillögur á síðari stigum. Vert að taka skýrt fram að B-nefnd hafði ekki auðvelt málefni á sinni könnu. Hún fer þá leið að gera grundvallarbreytingar á helstu valdþáttum frá núgildandi stjórnarskrá. Þetta krefst ítarlegs rökstuðnings og þess að við höfum heildstæða hugmynd það að hverju við erum að stefna og að baki liggi ákveðin heildarsýn. Og flest þessara efna hefði þurft talsvert mikla umræðu í ráðinu en sú umræða hefur lítið eða ekki farið fram. Ég nefni nokkur dæmi. Breytt staða forseta Íslands. Skilgreining á verulega auknu hlutverki Alþingis. Breytt meðferð þingmála og hér hefur verið bent á mögulega minna gegnsæi, óskýrari ábyrgð heldur en nú er. Breytingu á staðfestingu laga. Ríkisstjórn sem fjölskipa stjórnvald og aukin ábyrgð forsætisráðherra. Álitaefni tengt því hvort ráðherrar eigi að sitja á þingi, víkja þingsætið að segja af sér og einn nefndarmanna hefur einmitt talað það að hér hafi umræðan ekki við náð nógu miklum þroska í þessum efnum. Þetta eru aðeins nokkur þeirra stóru efna sem finna má í tillögum nefndarinnar. Hvert þeirra verðskuldar talsverða greiningu og ekki síst þarf að greina flókið samspil þeirra. Og síðan auðvitað samspil þeirra með tillögum annara nefnda. Sumar þessara tillagna þyrftu við því talsverðan tíma til að skoða og greina og fá að þroska saman. Því miður höfum ekki tíma til þess núna þegar uppurunnin síðasti ráðsfundur áður en frumvarpið er útbúið. Markmið nefndarinnar eru góð og ég er sammála þeim, aukinn skýrleiki og ljósari ábyrgð. Ég hef hins vegar verulegar efasemdir að tillögurnar nái því markmiði og hafi jafnvel í mörgum tilfellum þau áhrif að gera hlutverkin óskýrari. Alþingi er í tillögunum nánast eða mjög mikil völd, öll völd, mætti ég jafnvel segja, og dregið verulega á framkvæmdarvaldinu og temprun forsetaembættisins. Ég sé ekki að það þjóni markmiðinu aukna valddreifingu og temprun valds. Ég nefni dæmi. Hvað er átt við með því að segja ríkisstjórn fari með framkvæmdarvald í umboði Alþingis? Er hér stigveldi að ræða, en ekki hefðbundin aðgreining ólíkra valdþátta? Hvaða áhrif hefur það á málskotsrétt forseta hann hefur ekki lengi löggjafavald? Forseti Alþingis gegnir því hlutverki nú að staðfesta lög ásamt forseta Íslands. Hvaða aukinni ábyrgð fylgir það? Forseti Alþingis er eini handhafi forseta Íslands og það tengir forsetaembættið skýrar Alþingi frá því sem nú er
Hvaða áhrif hefur það? Ráðherrar eru sagðir æðstu handhafa framkvæmdavalds, en þó er forseti Íslands með framkvæmdavald. Er hann þá ekki lengur æðsti handhafi framkvæmdavaldsins? Og svona mætti áfram telja. Tillögunefndarinnar eru margar góðar og athyglisverðar og þær sem snúa skilgreiningu valdþáttana, temprun valds og ábyrgð, nokkuð sem ég hef haft mikinn áhuga á í þessu starfi öllu, skortir útfærslu og margar hugmyndana þarf að þroska á mun lengri tíma en við höfum haft og munum hafa. Ég get því ekki stuttar að svo komnu máli og mun sitja hjá í atkvæðagreiðslunni hér á eftir. Takk fyrir.